Já, það er svo magnara, aðgerða magnara, sem að invertera. Það eru til tvær tengingar af magnurum, óbömbum. Það er þeir sem invertera, sem fasavenda, sem heitir þá að invertera, eða fasavenda ekki, sem er non-invertering. Þetta er magnarinn sem fasavendir. Merkið hér, kemur hérna mínusinn, eða plús hérna, kemur mínus út. Það er mínus hér, kemur plús út. Plúsingangurinn er bara til jarðar, þetta er bara fastur punktur sem bara cirka 0, hér er bara jörð, sem bara 0 volt, 0 volt og hér er líka 0 volt í gerðsalöpum, við kalla virtual ground. Út af þessari hérna lykilsetningu, spenna á inngöngum er alltaf eins í aðgerðamögnurum með neikvæðri afturvirkni. Það er að segja, neikvæð afturvirkni því það hann breytir spennunni hér upp og niður þar til hann fær sömu spennu hér og er hér. Og tökum bara dæmi hérna, segjum að hér séu kannski 0,4 volt. Já, formúlan fyrir magnunina, eða fyrir magnuninni er auðvitað amplitude voltage, það er hérna feedback-bylum hérna RF. R innvinnamannu deilt upp í það. Þetta er hlutfall hér á milli er mögnunin. Og hér eru 10K, 1K, 1,10K eru 10, mögnunin er 10 sinnum. Þannig að segjum að hér séu 0,4 volt pluss 0,4 volt hérna. Hér kemur sko mínus. Þess að pluss 4 voltinn verða mínus 4 volt. Því hann fasavendir. Og það gerir það cirka 0 volt hérna. Og þetta er bara svona. Þeir bara munið þetta að neikvæð afturvirkni í magnarastigi og óbampi þýðir það að það er sama spenna báðum inngöngum. Þessi inngöngur hér er alltaf 0. Spenna sem verður hérna. Hún verður ekki inn í magnarann. Magnarann með hátt inngangssviðnám. Það verður engin straumur þar inn. Straumurinn fer hér, hingað og hérna í raun inn í hann. Ef þetta verður 1K hér og 0,4 volt þá verður þetta líklega kringum 0,4 milliampere sem fara hérna, þau fara hérna og hér inn, ekki inn í hann. En þið þurfa ekki endilega spá mikið það, bara að vita það að hvernig hann skal virkar. Hann breytir spennunni hér og þegar hann voru mínus 7 volt, þá 0 hér, þá hættir hann að breytinni. Þú sýtja hans á hvernig þetta virkar á brauðbrettinu. Já, þetta hér er rásin sem við erum með núna. Og við erum með voltmæli hérna sem er merkið inn. Það er þá núna 0,3 volt hér. Hérna er hinmælirinn hérna. Bara til að sýna það við fáum alltaf sem kallaði virtual ground. Hér er bara 0. Þá þetta sé hérna inn í hann. Þá mælum við 0 hér en merkið fer samt inn í hann. Hér er svo bara merkið út og þá verður cirka 10-falt hærra en þetta hér. Og þetta eru 0,3 volt og hér eru 3 volt. Og nú skulum við bara prófa að breyta þessu aðeins. Nú skulum við fara hérna með hana hér kannski mínus eitthvað og þessi á að vera 0 áfram og þessi á þá að verða plús. Þetta er plús, svo átt hérna. Nú er ekkert út og nú er ég komin í mínus, förum bara í mínus 0,4 eitthvað svona. Mínus 0,5, þetta séu að hér er alltaf 0, það er lykilatriðið í þessu og við skulum hafa þetta einhvern veginn svona. Mínus 0,6 hérna inn, 10-falt meira út, 6, eitthvað og 0 inn í innganginn. Þannig að þetta er svona, hér eru núna mínus 0,6, hér er 0 volt og hér eru 6 volt, pluss. Á fasavendir. Já, einfalt. Takk fyrir.